Góðan daginn og velkomin í Silfrið. Hingað tíminn á eftir kemur Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ. Við ætlum að ræða aðeins ólguna innan verkalýðshreyfingarinnar sem óneitanlega komin upp. Hún kemur líka til mín Ingibjörg Eva Þórisdóttir, doktorsnemi í sálfræði við Háskóla Reykjavíkur. Við ætlum að ræða aðeins snjalltækin og samfélagsmiðlana og áhrifin sem að þetta að hafa á bæði okkur fullorðna fólkið og börnin. En við byrjum hérna á vettvangi dagsins. Við erum komin til mín Birgir Ármannsson, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins, Sigríður Rut Júlíusdóttir, lögmaður, Björt Ólafsdóttir, formaður Bjartrar framtíðar og Helga Vala Helgadóttir, þingmaður Samfylkingarinnar og formaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar. Það er ýmislegt sem gerðist í nýliðinni viku. Við ætlum að byrja aðeins á þessu lögbannsmáli. Það féll héraðsdómur í þessu máli þrotabús Glitnis gegn Stundinni og Reykjavík Media, þar sem þau fengu lögbann á umfjöllunum þessi Glitnisgögn innan úr bankanum og þetta vannst fyrir héraðsdómi. Það þýðir samt sem áður ekki að málinu sé lokið. Hvað gerist núna? Já, vonandi bara býðum við í þessar 3 vikur sem að lögbannið ennþá á samkvæmt lögum og vonandi eftir að þær 3 vikur eru liðnar þá bara lýkur þessu. Já. Ég vonast til þess að Glitnir Holdco sjái sér hag í því að láta hér staðar numið. Þetta komið gott. En það hægt að áfrýja og það áfrýja til Landsréttar og þá heldur lögbannið bara í eitthvað óákveðinn tíma. Hvað getum við verið að tala um þarna í? Já, málsmeðferðartíma fyrir æðri dómstól. Já. Það er bara svolítið, við svo sem getum ekki beinlínis svara því að það ekki komin mikil reynsla á hversu langa tíma með þennan nýja dómstól, sko. Þetta nýja dómstig. Já. En þetta geti verið einhverju mánuðir? Já, geti verið það. Birgir, það er ýmislegt sem að bara fyrir utan þessar augljósu réttmætu spurningar fjölmiðlafrelsi og tjáningarfrelsi sem að vakna upp að það náttúrulega ekki hjá því að líta. Þetta er mál sem að hefur varað núna í meira en 100 daga, sem er langur tími, það sem að lögbann sett á fjölmiðil. Blasir ekki við að það þarf að gera eitthvað, breyta einhverjum reglum og lögum til þess að svona get ekki gerst að þetta komi fyrir einhverja dómstóla miklu fyrir? Ég er sammála því. Ég held að þetta í raun og veru ágætt að hafa þetta dæmi fyrir augunum með þetta að þetta er auðvitað allt og langur tími sem þetta tekur og í tilviki af þessu tagi þá náttúrulega má segja að maður undrast það í raun og veru hvað þetta hefur tekið langan tíma miðað við aðstæður í málinu. Ég held að það þurfi að fara yfir þetta ferli allt saman og skoða hvaða reglum er hægt að breyta þannig að það sé hægt að fá skorið úr rétt og skyldur aðila í þessu miklu fyrr heldur en raunin er samkvæmt þessu. Þarna eru auðvitað að ræða hagsmunir sem togast á en almannahagsmunir hljóta vera að niðurstaðan liggi fyrir sem allra fyrst. Þannig að niðurstaða dómstól sem getur þó vegið og metið þau sjónarmið sem þarna koma til, sem eru annars vegar persónuverndarsjónarmið og hins vegar tjáningarfrelsissjónarmið, að dómstóll geti tekið afstöðu til þess með á miklu skemmri tíma. Já. Helga Vala, þið í stjórnarandstöðunni ætlið þið að setja þetta oddinn með einhverjum hætti. Ertu sammála því að við sjáum í Bandaríkjunum þetta dagaspursmál þegar svona komið fyrir jafnvel æðsta dómstólinn hjá þeim? En þetta er líka dagaspursmál. Þetta eru náttúrulega mjög miklir hagsmunir og ég velti fyrir mér af hverju þetta þarf að taka allan þennan tíma. Ég væri til í að skoða það hvort að það væri rétt að sleppa sýslumannshlutanum og fara beint inn í dóm með svona kröfu. Við erum með fordæmi fyrir því að úrskurðir eru kveðnir upp bara strax á staðnum innan sólarhrings, til dæmis í gæsluvarðhaldsmálum. Þar eru bara 24 tímar frá því að eitthvað ástand hefst, það er að segja handtaka og þar til ákvörðun er tekin til dæmis gæsluvarðhald eða annað. Og við erum með fleiri svona þvingunar í sakamálum, þvingunaraðstæður sem eru bara unnar mjög hratt. Lögmenn er alveg vanir því að þurfa stundum að bara ýta öllu til hliðar í sínum störfum og fara bara í þetta í jafnvel 24 tíma. Já. Þannig að ég veit að Rut og fleiri lögmenn veigra sér ekkert við því að vinna þannig að þeir eru undir það búnir með sína faglegu þekkingu að geta bara tekið mjög hratt á málum. Þannig að það þarf ekki 100 daga til að klára svona mál. Það á að vera hægt bara að úrskurða í rauninni strax bara eins og er til dæmis í svona þvingunaraðstöðunarmálum
og svo mögulega, og þá skilar greinargerð, nú ef þú unir ekki úrskurðu þá kærur hann innan 3 daga upp í æðra dómstig. Þannig að ég myndi vilja sjá þetta fúnkera þannig. Ég hef smá áhyggjur af því að ég sá það núna fyrir helgi að það á að fara að skipa nefnd. Ég dæsti bara svolítið inn í mér af því að mér langar svo óskaplega mikið til þess að við séum örlítið skilvirkari. Mér finnst góðra gjalda vert að skipa nefndir en ég held þetta sé samt þannig mál að við getum alveg aðeins svona verið pínu svona kannski. Ef ég má kannski aðeins taka boltan sko, það sem ég veist skipta svolítið miklu máli hérna er að er að ræða fjölmiðil sem að lögbannið er lagt á og fjölmiðlar eru bara þannig gerðir að það innan þeirra starfa ritstjórnir og það bera mjög sterka ábyrgð á því sem að hleyptir út í samfélagið og þeir standa alltaf undir þessari ábyrgð, það gera auðvitað gera allir mistök en fjölmiðlar taka þetta alvarlega. Og þess vegna væri frekar einfalt að það væri hægt að fókusera á þann part að þegar að einhver ætlar að setja lögbann eða vill setja lögbann á tjáningu fjölmiðils sem að meðal annars sko lítur skildum samkvæmt fjölmiðlalögum og skilgreindur í fjölmiðlalögum. Hvað fjölmiðl? Það bara skilgreint í fjölmiðlalögum. Að þá væri hægt að taka það út fyrir sviga og segja bara, við ætlum að hafa sérráðstöfun þegar það verið að reyna að leggja lögbann á fjölmiðil, að þá ætlum við að láta aðra reglur gilda og fara hraðar í hlutina, heldur en annars. Já, líka lögbann við birtingu þó að það sé kannski ekki fjölmiðillinn. Já, ég veit að, jú. Já, þetta snýst náttúrulega líka fjölmiðillinn alltaf öðrum megin. Já, þetta snýst náttúrulega, sko, fyrst og fremst það að sko í þessu máli að það er engin dómari sem að metur þessi 2 réttindi, það er að segja friðhelgisréttin og tjáningarfrelsið. Það er engin dómari sem metur það fyrir en núna 110 dögum síðar. Það er bara þagga niður í umfjöllinu. Stjórnmála umræðu í aðdraganda kosninga og það er sko til þess gert að hafa, þegar svoleiðis er gert, hvort sem það sé tilgangurinn með þögguninni eða ekki, það felur það í sér að það er sko líkindi til þess að það hafi áhrif á niðurstöðu kosninga. Og þetta er náttúrulega sérstaklega tekið fram í niðurstöðu dómstólsins, hversu alvarlegt þetta er út af tímasetningunni. Akkurat. Við verðum að muna bara þetta samhengi í nákvæmlega þessum máli og tekum undir með Helgu Völu sko í framhaldinu ef það á og það er góðra gjalda vert að kanna hlutina vel og allt það. En þegar það liggur vel fyrir að þetta er að taka of langan tíma og svo getum við líka rætt það og það er kannski annað. Hvað er verið að fela? Af hverju er þessi leyndarhyggja? Af hverju er þessi töf? Og það aftur traustið á stjórnmálunum og allt þetta og enn ein nefndin, þú veist, þetta er ekki mjög heppilegt. Þú þekkir þetta nú ágætlega hafandi setið í ríkisstjórn þessar eilífu nefndir sem við ætlum svo sem að koma líka betur inn og aðra nefndir hérna á eftir. Hefur þá trú á því að skipa svona nefnd, þetta muni leiða til þess að þetta malli áfram mánuðum, jafnvel árum saman áður en það kemur eitthvað niðurstaða sem greinilega liggur á að er þörfa? Sko, mér finnst allt í lagi að setja mál í einhvern ákveðinn farveg og segja við þurfum þess að hinna sérfræðingana til þess að taka bestu ákvörðuna en það verður að vera eitthvað markmið hjá stjórnmálamönnum sem að setja fram nefndir til hvers erum við að þessu. Það þarf að vera skýrt og ég legg ekki dóm á það hvort að nefnd sé góð eða ekki nema ég fá að heyra hvaða markmið er með henni. Og það finnst mér ekkit voðalega skýrt í þessu máli. Það er eitt sem ég langar að koma inn á bara örstutt varðandi þetta. Það er líka varðandi málskostnað í þessum málum. Af því að þegar þú keyrir á svona mál gagnvart fjölmiðli sem auðvitað þeir eiga allir erfitt, við vitum það þessa dagana, þessir frjálsu erfið rekstrarskilyrði. Já, þetta eru erfið rekstrarskilyrði. Að þurfa að standa í því bæði í meiðyrðamálum sem að jafnvel er sýknað af og þessu lögbannsmáli að þær standa samt eftir með sko fleiri 100.000 króna málskostnað sem þeir þurfa að greiða. Og það eru þetta alveg ótækt að það sé hægt af fjársterkum aðilum að taka bara svona rönn á fjölmiðla aftur og aftur og aftur í þeim tilgangi þá væntanlega bara að þagga niður í fjölmiðlum af því að hann getur ekki varist. Hann hefur ekki efnað því. Og það skal getið að sko fjölmiðlarnir vinna fleiri mál svona mál heldur en þeir tapa. Þeir setja samt uppi með kostnað og þetta er galið. Þetta er bara það. Þetta verður væntanlega að skoða þessari nefnd en þessi umræða hún leiðir líka
eiginlega óhjákvæmilega inn í umræður stjórnarskrána og það var skipuð núna nefnd Unnur Brá Konráðsdóttir var kynnt sem nýr verkefnastjóri vinnu við endurskoðun stjórnarskrárinnar og það svona, þar markmiðin og svona tiltölulega skýrt á að taka 2 kjörtímabil í að endurskoða þetta. Sigríður eða Rut, lögmannsstéttin hefur verið svona hálf passív í þessari umræðu, hún har allavega ekki flýtt sér á bakvið nýju stjórnarskrána. Sérðu fyrir að þetta verði með einhverjum öðrum hætti núna eða ertu bjartsýn á þessa vinnu sem að fara af stað undir forystu Unnar Brár? Nei, ég ekki bjartsýn á það. Ég stuðningsmaður nýju stjórnarskrárinnar og mér finnst hún vönduð, vel gerð, misnauðsynlegt að hún verði fái bara þinglega meðferð og taki gildi. Það til dæmis svona töluverð vernd fyrir fjölmiðlaumfjöllun sem ekki að finna í núgildandi stjórnarskrá. Akkurat. Það mjög, það eina stóru ástæðan fyrir því af hverju ég stuðningsmaður þessar nýju stjórnarskrár. Þannig ég vil bara sjá það. Ég ekkert sérstaklega bjartsýn á að það komi nein jafn góð vara út úr einhverju annars konar vinnu nýja stjórnarskrá. Birgir, þú hefur verið í svona nefnd sem að starfaði árum saman við endurskoðun á þess að nokkuð hafi komið haldbært út úr því eða svona það var allavega enga breytingar verið gerðar. Ert þú bjartsýnni heldur en Rut? Já, ég held að þetta sé nú svona leiðin til þess að nálgast viðfangsefnið þó maður geti haft ýmsa svona sett út á ýmsa núansa í þessu en svo leið sem núverandi ríkisstjórn hefur lagt upp með í þessu sambandi held ég að sé skynsamleg leið til þess að nálgast viðfangsefnið. Ég held að þegar menn tala tillögur stjórnlagaráðs að þá verður menn átta sig á því að það eru allmörg ár síðan að það ferli fór út af sporinu. Ég meina það stoppaði 2012-2013 og menn hafa verið að vinna hlutina með öðrum hætti síðan. Auðvitað liggja þær tillögur fyrir eins og aðrar tillögur sem hafa komið fram breytingar á stjórnarskrá meðal annars tillögur í nefnd sem ég satt í á árunum 2013 til 16 varðandi tiltekna þætti og satt að segja voru menn komnir býsna nálægt niðurstöðu þá þó að pólitískar aðstæður gerðu það verkum að það stoppaði voru 2016 eins og margt annað sem þá í gangi en það hins vegar ég held að leiðin til þess að nálgast stjórnarskrárbreytingar sé akkúrat þessi að reyna að ná sæmilega góðri samstöðu breytingar, fara yfir þetta kaflaskipt með það að markmiði að fara yfir allt plaggið en ekki endilega með það að markmiði að breyta öllu plagginu. Helga Vala, hvaða augum lítur stjórnarandstaðan þetta mál? Það var fundað með allavega formönnum flokkana? Já. Og við svo sem fengum að koma með okkar tilnefningar hverjir ættu að eiga sæti í þessari nefnd eftir því sem að ég skil, nú satt ég ekki þess að fundi, þetta Logi Einarsson satt auðvitað þarna fyrir okkar hönd og þá skils mér að Unnur Brá eigi að vera einhvers konar svona bara verkefnisstjóri, hún ekki hluti af nefndinni ef ég skil þetta rétt. Hún í rauninni svona bara stjórnmálin og sérfræðingana og... Já, hún í rauninni bara svona þessi framkvæmdastjóri sem að boðar þá væntanlega fundina og heldur saman einhverjum fundargerðum og svona. Bara svona, ég held að það sé þannig að því ég sá að það varð mikil ólga á samfélagsmiðlum yfir því að hún sem er auðvitað yfirlýstur andstæðingur breytinga á stjórnarskrá, að hún skildi vera sett í þetta verkefni. En ég held að það sé kannski líka bara tilraun til þess að sjálfstæðismenn sem eru auðvitað hafa svona verið yfirlýstir andstæðingar breytinga að þeir kannski róist við að hafa hana þarna, ég veit það ekki. Nú eigum við eftir að sjá hverjir fari í nefndina þannig að ég ætla að leyfa mér ennþá að vera bara bjartsýn á að fólk nálgist þetta án þess að vera í skotgröfum flokkspólitíkur. Heldur nálgist þetta af þeirri virðingu að þetta okkar grundvallarplagg okkar þjóðarinnar og þetta okkar samfélagssáttmáli og það það sem skiptir máli að við erum núna að starfa eftir samfélagssáttmála sem að meðal annars forseti Íslands hefur grátbeðið okkur að laga af því að það meingallað þetta plagg þannig að ég vona að okkur beri gæfa til þess að nálgast þetta án þess að vera með flokksglerugun á nefnu. Ég ætla að taka smá upp ég ætla að fara hans yfir í dómaraskipunarmálið, landsréttarmálið.
Dómsmálaráðherra kom náttúrulega fyrir nefndina þína, Helga Vala, í vikunni og kom síðan í fréttaskýringaþættinum, kom fram í fréttaskýringaþættinum Kveiki og fjallaði gögn sem ekki hefur sést, allavega ekki opinberlega, samskipti ráðherra við starfsmenn ráðuneytanna og þetta var tekið fyrir á þessum fundi. Hvað sérðu gerast í þessu núna? Er þetta mál bara búið eða heldur nefndin áfram að rannsaka það og hvaða steinum á eftir að velta við í þessu máli? Já, nei, málið er nú ekki búið. Það er langt frá því að vera búið, myndi ég halda, með að við bara þá þætti og þau atriði sem komu fram í síðustu viku. Við fundum á morgun og Birgir er einmitt þarna, situr þessa fundi einmitt fyrir sinn flokk. Og erum að fá gesti á morgun og munum jafnframt á morgun ræða framhaldið. Umboðsmaður Alþingis hefur sagt að hann ætli ekki að opna málið hjá sér á meðan að við erum í þeirri vinnu. Þannig að við svona þurfum að ræða það á morgun hvort að það sé ekki rétt að við kannski aðeins bökkum núna og leyfum umboðsmanni að taka við keflinu og hefja sína faglegu athugun. Þetta er það sem að við kannski munum ræða á morgun. Ég veit ekki hver niðurstaðan verður af því inn í nefndinni en mér finnst svona, maður er auðvitað bara að reyna að gera þetta rétt og við vorum búin að ákveða að leyfa öllum gestunum sem að koma fyrir nefndina að koma fyrst og ráðherra svo, en svo óskaði hún eftir því sérstaklega að fá að koma og þá þótti mér sem formanni nefndarinnar eðlilegt að við myndum hleypa henni að því það er ótækt auðvitað að ráðherra sitji út í bæ og bíði eftir að fá að koma fyrir nefndina og allir hinn að tala ráðherra. Þannig að mér fannst það bara kurteisi að hleypa henni að núna. Mér langar að spyrja það eins, það var frétt hjá RÚV núna í vikunni sem að fór undarlega lágt og það var frétt sem sagt nýlegan dóm Evrópudómstólsins. þar sem að ólögmæt skipun dómara leiddi til þess að dómar viðkomandi voru ómerktir og Skúli Magnússon fyrirverandi formaður dómarafélagsins svona kannski svaraði því ekki endilega hvort að þetta gæti átt við landsrétt og þá dóma sem að sá dómstóll kemur til með að fella. Er þetta eitthvað sem að þið hafið mögulega áhyggjur af? Já, þetta er auðvitað sú staða sem við erum í. Og það var það féll dómur hjá EFTA-dómstólnum fyrir 3 árum sem var sambærilegur og núna Evrópudómstóllinn það að ólöglega skipaður dómstóll eða dómur eða dómarar, einstakir dómarar, þá verða dómar sem að viðkomandi hefur kveðið upp ómerktir. Sú staða sem að við erum í auðvitað að kollegar okkar fari með dóm sem að viðkomandi hefur þá tapað og fari upp í Hæstarétt og láti á þetta reyna. Af því að við erum ekki bara með það að ráðherra fer gegn lögum við tillögu sína, heldur líka álitaefni varðandi bara atkvæðagreiðsluna á Alþingi. Og lögspekingar eru ekki sammála það hvort að rétt hafi verið að þingið gæti greitt atkvæði alla 15 umsækjenduna, alla 15 dómarana. Þetta eru skiptar skoðanir. Af því að í dómstólalögunum segir að það eigi að bera upp hvert og eitt nafn fyrir sig. En þingið ákvað bara á fundi formanna og þingflokksformanna að þau hefðu valdið til þess að gera þetta í samræmi við þingskapalög. En það hefur verið á það bent að dómstólalögin eru sérlög en þingskapalögin sem að þá. Má ég aðeins koma inn í þetta? Já, en það er alltaf líklegt ef að þetta gæti farið. Það sem að getur svo gerst að ef að Hæstiréttur fellst ekki á þessa málsástæðu að ómerkja dóma vegna þess að dómstóllinn eða dómarar eru ranglega skipaðir, að þá erum við að horfa á það eftir 6-12 mánuði eftir að máli áfrýjað þangað, að þá fer viðkomandi væntanlega áfram með málið og fer upp í mannréttindadómstól sem að fjallar þessa 6. grein sjálfstæði dómstóla og þá erum við að tala 2-3 ár. Og hvað gerist þá? Þetta er ekki einn dómari, þetta eru allir 15 dómarar sem eru í Landsrétti, sem frábærlega hæft fólk, en engu að síður þá erum við með þá stöðu að mögulega eftir 3 ár sitjum við uppi með alla dóma sem hafa fallið á 3 ára, 4 ára tímabili sem eru ómerktir.
Birgir, Og hvaða staða er það? Mér finnst grafalvarleg mynd sem já, er já, að mála upp hérna. ef maður teldi að þetta hefði mikla þýðingu, en ég held hins vegar að þetta sé afar langsótt að nálgast málum með þessum hætti. Í fyrsta lagi þá held ég að aðstæður í þessum málum sem vitnað er til hjá Evrópudómstólum og EFTA-dómstólum séu með töluvert öðrum hætti heldur en við erum að tala um í þessu. Í öðru lagi þá náttúrulega má segja að Hæstiréttur hafi tekið afstöðu til ógildingakröfu á síðasta ári að dómaraskipunin væri ógild. Þannig að það er ekki eins og það mál hafi ekki þegar fengið einhverja umfjöllun. Já, þeirri kröfu var hafnað þegar þeir dómarar sem ekki voru skipaðir. Þeim þetta var vísað frá á síðasta ári, en síðan þannig að það væri mjög einkennilegt ef það kæmi aftur upp með einhverjum hætti. Ég veit auðvitað ekki hvernig lögmenn gætu orðað kröfur eða málsástæður í þeim efnum, en mér finnst það mjög skrítið ef það kæmi aftur upp vegna þess að það var auðvitað fyrsta krafa þeirra umsækjenda sem höfðu mál á síðast ári að þetta væri ógilt. Því var hafnað. Í þriðja lagi þá er auðvitað rétt á það að líta að þetta atriði sem Helga Vala nefnir varðandi atkvæðagreiðsluna á þingi, það hefur líka verið fjallað um það fyrir dómstólum hér, bæði í Hæstarétti og héraðsdómi, og ekki tekið undir þá málsástæðu stefnenda í þessu máli að það ógildi þetta. Fyrir utan sem ég geti síðan farið löngumáli yfir hvernig hlutinni gengu fyrir sig síðasta vor, sem voru náttúrulega kannski aðalega í því horfi að hver og einn á þingi gat gert athugasemd við fyrirkomulag atkvæðagreiðslunnar, menn voru vitandi um það og það var enginn sem gerði það. Já, Björn, þið náttúrulega voruð í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum þegar þetta var samþykkt og studdu þessa tillögu. Já, sælla minninga, eða þannig. Já, eins og er bara að koma núna í ljós og sem auðvitað við vissum ekkert af því þá, að það er þessi nýju gögn í málinu sem að sýna að stjórnsýslan, ráðuneytin, veittu ráðgjöf eða vildu gera það allavega, reyndu það, sem að talaði þá átt að og vöruðu ráðherrann við að gera hlutina með þessum hætti. Við vorum aldrei látin vita af því. Spurðu þið ekki sérstaklega út í þetta? Nei, en sko, maður náttúrulega þegar maður situr í ríkisstjórn með nokkrum öðrum ráðherrum, heilmörgum, með öll þessi mál, og það gerir maður það í trausti þess að fólk auðvitað vinni vinninn sína vel og við hafi vöndu vinnubrögð. Svo kom það reyndar í öðru máli upp að áður að ég meina Björt Framtíð fann að við gátum ekki borið þetta traust áfram til akkurat þessa ráðherra og reyndar annars líka. Þannig að við segðum okkur frá samstarfinu út af því að traustunum var ekki fyrir að fara. Hefði þessu upplýsingar legið fyrir að starfsmenn og sérfræðingar ráðuneytanna væru að ráðleggja ráðherra að gera þetta öðruvísi, hefði þið þá ekki? Já, sjálfsögðu, þá auðvitað, sko, þá fer maður auðvitað öðruvísi yfir málið. Þá fær maður að vita það, hvað er, þá kafar maður ofan í hlutina á þann hátt eins og verið að gera núna. Það var aldrei það að ræða þá. Ég verð að gera athugasemd við eitt í þessu, og það er auðvitað það að þau sjónarmið að ráðherra hefði ekki sinnt rannsóknarskyldu sinni með nægilega góðum hætti, komu auðvitað fram við umfjöllun málsins í þinginu, meðal annars frá gestum sem komu á fund stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, og það var fjallað og það var rætt. Og hún mótmælti því, það ekki, ráðherra? Jú, enda metur hún það öðruvísi og mat það öðruvísi. En allir sérfræðingar og Hæstiréttur? Ekki allir sérfræðingar. Við erum að tala um það. Já, hún hefur ekki ennþá bent á neina aðra sérfræðingar sem var aðlaga með þetta svona. En niðurstaðan er svo að 10. grein stjórnsýslulaga er matskennd regla. Hún er regla sem felur í sér að stjórnvald skuli áður en ákvörðun er tekin, rannsaka mál til hlítar. Sem ekki var gert. Hvernig það er gert fer eftir aðstæðum í hverju tilviki fyrir sig. Það er ekki skýrt skapalón sem hægt er að setja hlutina inn í og ráðherra, ég veit það, en ég er að benda á það að ráðherra var auðvitað meðvitaður athugasemdir sem hefðu komið fram. Við vorum ekki meðvitaður. Jú. Nei, Birgir, við höfum enga vitneskju þessar athugasemdir. Það kom fram í málsmeðferð áður en þið greiddu atkvæði þinginu
þá kom það fram með skýrum hætti að þetta voru skiptaskoðanir. Heyrðu, það kemur fram atriði. að það séu skiptaskoðanir, þessi gögn voru ekki fram, kom ekki fram. Nei, og ég get ekki haft skoðun á einhverju eða skiptaskoðun á því sem ég hef ekki hugmynd að sé liggja á borðinu. Og það þetta það sem lífeyrir stendur í kúnni. Já, embættismaður í ráðuneytinu getur komið með sjónarmið það að eitthvað beri að athuga betur áður en ákvörðun tekin. Hefði það breytt meiru heldur en það þegar að einhverjir gestir á fundi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, aðrir sérfræðingar á einhverju sviði komi, það er ekki í siðareglum að ráðherra beri undantekningarlaust að fara eftir athugasemdum frá embættismönnum í ráðuneytunum. Ráðherra þarf að spyrja og fá álit, en ráðherra auðvitað tekur ábyrgð á sinni niðurstöðu. En síðan náttúrulega verðum við að horfa á það í þessu samhengi að efnislega þessi punktar sem komu fram í þessum tölvupóstum tveggja starfsmanna sem störfuðu fyrir hæfnisnefndina og síðan setts ráðuneytisstjóra komu líka fyrir í nefndinni í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd þingsins, voru ræddir þar og voru kannski aðalefni þeirra funda þegar menn voru að velta fyrir sér hvernig þeim málum bæri að haga. Og ég verð að segja bara að þetta atriði þá það auðvitað þannig að ráðleggingar einstakra embættismanna eins og í þessu tilviki tveggja starfsmanna hæfnisnefndarinnar og setts ráðuneytisstjóra binda ekki hendur ráðherra, en ráðherra þarf að hlusta og taka afstöðu til þeirra niðurstöðu. Já, og það náttúrulega skýrt að þessi ráðherra dómsmála hlustar ekki á marga nema kannski sjálfa sig, og það sem auðvitað svo sorglegt í þessu öllu og það sem ég finnst svo erfitt að horfa upp á og bara hreinlega leiðinlegt að stærsti flokkurinn á Íslandi fylkir sér saman við það að þverskallast við og segja nei, víst þetta mátti, það má gera þetta svona. Og það svo bara sorglegt að skorturinn er auðmýkt og hvað ég segja, bara kannski hæfnin til þess að lesa bara hvernig almenningur tekur í þetta, væri ekki bara betra fyrir flokkinn, fyrir ráðherrann að segja, mér urðu á mistök og mér finnst það leiðinlegt og þetta skal ég alls ekki gera aftur. Ég bara þetta svona bara point til ykkar, ég held að myndi kannski bara virka betur, en það sem að mér langar að segja og skiptir miklu málu til við erum að ræða traust á pólitíkinni og öllu því sem á nú mitt að fara í nefndin og allt það. Þetta snýst um það hvað við stjórnmálum gerum sjálf. Og þá vil ég segja bara í þessu samhengi að við fengum í þessari ríkisstjórn mjög góða heimsókn frá umboðsmanni Alþingis inn á ríkisstjórnarfund til okkar, þar sem var farið ofboðslega faglega yfir það og við látum vita af því allir ráðherrar í þessari ríkisstjórn að stjórnsýslan væri boðin og búin, umboðsmaður Alþingis væri boðin og búin til þess að veita okkur ráðgjöf svo við værum ekki að gera vittleysur, svo við værum ekki að lenda í svona málum og auðvitað ef það einbeittur vilji til þess að lenda í honum svona eins og virðist vera núna, þá náttúrulega kannski ekki til neins að ræða svona við fólk, en við vissum af því að við máttum sækja okkur ráðgjöf og það gerir maður og svo sannarlega, og ég vil bara að það komi fram svo að nú að við höldum í það traust sem að þó á þessari stjórnsýslu að maður fekk iðulega góða ráðgjöf, maður ekkert alltaf sammála, en það var farið í gegnum mál og maður gat fengið að vega og meta þessa hluti mjög vel og það var frumkvæði hjá fólki sem hefur það atvinnu og ber þær skyldur eins og umboðsmaður og allt stjórnkerfið að hjálpa okkur í þessu, en auðvitað ef að fólk segir bara nei, það veitir enginn betur en ég, að þá auðvitað staðan uppi eins og hún núna. Sigríður, hvernig blasir þetta við þér? Já, mér finnst nú nokkuð augljóst að eins og það virðist hafa komið í ljós að starfsmenn ráðuneytisins voru að gera þær athugasemdir sem að Hæstiréttur síðan var sammála, það var bara þetta ferli var ekki í lagi. Það hefði þurft að fara fram ákveðin rannsókn og ákveðin samanburður sem að virðist af þessum tölvupóstum að ráðherrann hafi mátt vita, ég hafa búið að segja henni það, sérfræðingarnir hennar í ráðuneytinu. Það finnst mér eitt. Svo finnst mér, ég ekki talsmaður þess að ráðherra sem gerðu afturreka með embættisfærslur eigi by default að segja af sér. Ég ekki talsmaður þess. Það reyndar
fer eftir tegund málana. Þetta málinu reynda bara þannig að það alvarlegs eðlis. Þetta var að skipun dómara. Þannig að ég myndi nú segja að það væri alvarlegra heldur en að það væri einhver annars konar embættisfærsla sem að þarna væri undir. Það sem undir hér trúnaðartraust almennings á dómstólum og fulltrúar ríkisvaldsins eins og ráðherra má ekki grafa með athöfnum sínum með orðum, grafa undan trausti almennings á dómstólum. Það bara, finnst mér mjög alvarlegt og ég rosalega ósátt við orðfæri þessar ráðherra í kjölfarið og þetta með ég sjálf sérfræðingur, þetta finnst mér allt til þess fallið og allir hafa rétt á að gagnrýna dóma og líka ráðherra. En ráðherrar eru samt í þeirri stöðu að þeir verða að gæta orða sinna og þeirra gagnrýni verður að vera málefnaleg. Hún má ekki bara vera, ég bara ekki sammála Hæstarétti og ég sjálf sérfræðingur. Þetta finnst mér mjög, mér finnst þetta alvarlegt. Þannig ég eiginlega komin á þá skoðun og hún nálgast það að ég fari að segja, heyrðu, hún þarf að segja af sig út af þessu. En það ekki út af dóminum, með niðurstöðu hans, heldur bara öllu því sem að eftir. Því sem að Birgir hann kom með 3 punkta hérna Stutt. Í fyrsta lagi varðandi málsástæður, að þetta málsástæður í þessu máli séu ólíkar þessum sem voru í ESB og EFTA. Þá var þar annars vegar að ræða að dómari var skipaður í 3 ár en ekki 6. Þetta auðvitað atriði sem var svo bara lagfært og hins vegar að ræða að dómari satt og það var ekki búið að skipa nýjan dómara, skipunartíminn hans rann út, en hann var alveg hæfur, það ekkert viðlíka, þannig að það alveg rétt sem hann segir að málsaðstæður í þeim málum voru mun vægari heldur en í því sem að við erum að kljást við. Mun vægari. Í öðru lagi varðandi það að það sé búið að fjalla það varðandi ógildun og skipun, þá það nú svo í vinnurétti að ef að þú ferð fram með kröfu vegna þess að þú telur að skipun eða ráðning hafi verið ólögmæt, að þá það venjan í þessum vinnuréttamálum að ráðningin eða skipunin aldrei ógild. Það vegna þess að þá talið að því að málsmeðferðin það löng, að það sé ótækt að viðkomandi sé tekin úr starfi sem að viðkomandi hefur þegar hafið, að það bara riðlist allt. Þannig að það sú málsástæða, ógilding á skipuninni aldrei samþykkt. Hefur ekkert að gera með ómerkingu dóma seinna. Þetta veit auðvitað líka. Það bara 7. greina mál, það bara allt annað, 7. greina mannréttindasáttmálans. Það má ekki rugla saman Og í 3. lagi þá var vissulega örlítið tekið á atkvæðagreiðslunni í þinginu í Hæstaréttardómnum, en það var ekki eina málsástæðum þeirra sem sóttu málum þar. Það var örlítið tekið á því og Hæstiréttur fjallaði það að það hefði að minnsta kosti þurft að greiða atkvæði þessa 4 nýju sem voru settir inn til dæmis í staðinn fyrir þennan sem var 7. hæfasti og svo framvegis. Þannig bara svo að þessu sé haldið til haga. Birgir, örstutt í lokin. Örstutt í lokin þetta atkvæðagreiðslan í þinginu var í fullu samræmi við þingsköp og lög. Þingsköp, Já, og lög. Ekki dómstólulögin. Jú, dómstólulögin, alveg skýrt. Vegna þess að það alveg ljóst að þegar kemur atkvæðagreiðsla í þinginu, þegar að þar sérregla atkvæðagreiðslu í þinginu, þá það hún sem gildir en ekki almennt ákvæði dómstólalaga sem ekki tilgreinir nákvæmlega hvernig að málum skuli staðið. Í bráðabirgðaákvæði. En þetta var nú tekist á í fyrra og ég tel að það sé alveg fráleitt að halda því fram að Landsréttur verði ómerktur eða dómar hans verði ómerktir á þessum forsendum. Mér finnst alveg fráleitt. Og ég held hins vegar að menn þurfi að horfa á þetta í því samhengi að í þessari dómaraskipun sérstaklega þá gerist það í fyrsta sinn að þingið á ákveðna aðkomu sem gerir það verkum að í staðinn fyrir að tillaga ráðherra gangi til forseta sem skipar í embættið, þá gengur tillagan til þingsins sem breytir auðvitað eðli málsins og við þurfum að velta því fyrir okkur til frambúðar hvernig við viljum haga því samspili hæfnisnefndar, ráðherra og þingsins og ég á því að það megi fara vel yfir það ferli og velta því fyrir sér hver aðkoma einstakra aðila að þessu eigi að vera en það á ekki að vera með þeim hætti að hæfnisnefnd eigi endanlegt vald heldur finnst mér að það vald sem hvílir á ráðherra eigi að koma til í þessu tilviki og ráðherra eins og í þessu tilviki ber auðvitað lagalega ábyrgð sem hefur reynt fyrir dómstólum og síðan pólitíska ábyrgð sem reynir á fyrir Alþingi og gagnvart kjósendum. Já, þetta kemur allir í orð. Takk fyrir þetta. Öll Gylfi Arnbjörnsson kemur tíminn hérna eftir örskamma stund.